Góðan daginn og gleðan hvíldardag og verið hjartanlega velkomin á hvíldardag barna og unglinga. Við skulum byrja saman með því að biðja. Jesú, geturðu verið með okkur þessa hvíldardag og ég set þennan bæn í hendurnar þínar og geturðu sent englar með okkur þessa hvíldardag. Í Jesú nafni, amen. Efni okkar í dag kærleika Guðs sem óhagnanlegur, algjörlega bjargfastur. Okkur bræðlunum langar til þess að biðja ykkur og snúa ykkur að þeim sem situr við hliðina ykkur og segja: veist þú að kærleika Guðs bjargfastur og gera handahreyfingarnar? Kærleika Guðs bjargfastur. Jón. Minnisversi í dag úr Jesaja 41:10. Óttist eigi því ég með þér. Vertu ekki hræddur því ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér og styð við þig með sigrandi hendi minni. Núna eru 4 hvíldardagar til jóla og við ætlum að kveikja á fyrsta kertinu í kransinum okkar og syngja sálminu Kveikjum einu kerti á. Í dag ætlum við að skoða sögu mjög viturs manns sem heit Elía. Hann var ekki einungis vitur, heldur var mjög trúr Guði í öllu sem hann gerði. Vegna trúfesti Elía valdi Guð hann til að flytja boðskap til þjóðar sinnar. Hann var spámaður Guðs. Í þessari guðþjónustu munum við skoða 5 sögur úr lífi Elía. Hér sú fyrsta. Kannski vitið þið hvaða konungur ríkti þegar Elía lifði. Hann hét Akab og var hræðilega vondur og sjálfelskur. Það sem versta var, hann var giftur Jésebel sem var hrikalega vond drottning. Já, Akab var slæmur konungur. Hann reisti stórt musteri og bauð öllum að koma og tilbiðja líkneskið Baal. Akab sagði þjóð sinni að tilbiðja styttu. Elía spámaður leit niður af fjallinu þar sem hann bjó. Hann sá musteri Baals. Guð talaði við Elía spámann og sagði: ég ætla að kenna konunginum og fólkinu að það ég drottinn sem sendi regnið, ekki Baal líkneskið. Farðu og segðu Akab konungi að það muni ekki regna fyrr en fólki í Ísrael snýr sér frá skurðgoðunum. Svo framarlega sem drottningur lifir mun ekki regna fyrr en fólkið Ísrael snýr sér frá skurðgoðunum. Síðan fór Elía spámaður í skyndi úr konungshöllinni. Guð hvíslaði að honum: felldu þig við lækinn Krít. Bíddu Elía, stöðvið hann. En Elía var þá þegar horfinn.
Hermennirnir hlupu í allar áttir til að leita að honum, en Elía var ekki þar. Þeir leituðu að honum á ökrunum, en Elía var ekki þar. Akab konungur leitaði sjálfur, en enginn gat fundið Elía spámann. Elía faldi sig við lækinn Krít. Hann drakk hreint svalt vatnið úr læknum. Á hverju morgni og á hverju kvöldi sendi Guð hrafna með mat handa honum. Guð sá Elía. Guð sé líka fyrir okkur á hverjum degi. Í Orðskvöðum 3:5 stendur: Treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Við skiljum kannski ekki alltaf það sem Guð biður okkur að gera, en við getum treyst að hann sé alltaf fyrir okkur vegna þess að kærleikur hans bjargfastur. Þetta var fyrsta saga Elía. Nú ætla ég að biðja ykkur að taka stein úr bókanum og skrifið á hana: Guð sér fyrir mér. Nú skulum við taka upp gjafir. Gjafirnar í dag renna til barnastarfsins. Kæri Faðir á himnum, takk fyrir að þú sérð fyrir okkur og að kærleikur þinn til okkar bjargfastur. Við byggjum þig að leiðbeina og hjálpa í barnastarfinu í kirkjunni og blessa börnin og alla sem saman komnir eru hér í dag. Viltu blessa þessar gjafir og margfalda þær. Í Jesú nafni, amen.
Guð er raunverulegur. Það saga konu í Biblíunni sem var Egypta og átti heima í Sarpat. Konan var ekki af Ísraelsþjóðinni og trúði ekki á Guð, en hjarta hennar var opið fyrir boðskap hans. Þegar þessi saga gerðist var mikill þurrkur í landinu og hungursneyð. Ekkert hafði rignt í langan tíma. Einn dag var ekkjan að leita að eldi nálægt borgarhliðinu. Þegar Elía spámaður kom, Elía bað hana vatn og brauðbita. Ekkjan sagði, ég á aðeins handfulli af mjöli og svolítið olíu. Ég að tína saman viðarkvisti til að baka síðasta brauðið handa mér og drengnum mínum, síðan hljótum við að deyja. Óttastu ekki, sagði Elía. Útber litla köku handa mér. Guð hefur sagt að þar til hann sendi regn muni mjölskjóðan og olíukrúsin ekki tæmast. Ekkjan bakaði svolítið köku handa Elía spámanni og sótti vatn handa honum úr uppsprettunni. Haldið þið að fætur ekkjurnar hafði ekki skolið smá þegar að hún var að undirbúa fyrstu máltíðina fyrir Elía. Þetta var jú síðasti maturinn sem hún átti, en hún kaus að treysta Guði jafnvel þótt að hún væri ekki alveg viss hver hann væri, en hún átti eftir að sjá að Guð er raunverulegur. Því auðvitað var allt eins og Guð hefði sagt. Á hverjum morgni var handfylli af mjöli í skjóðunni og svo lítil olíu í krúsinni. Nóg í brauð fyrir þann dag og Guð sendi vatn í uppsprettuna. Þannig höfðu Egyptar, drengurinn og Elía brauð að borða og vatn að drekka þótt ekkert rigndi. En sagan konunnar endaði ekki hér. Nú hafði hún alltaf nóg að borða og var farin að treysta meira og meira á Guð. Tíminn leið og síðar var sonur konunnar veikur og dó. Það fyrsta sem hún hugsaði var að Guð væri að refsa henni, en auðvitað hafði Guð ekki látið hann deyja. Náð Guðs gefur líf og hafði haldið þeim öllum á lífi í hungursneyðinni. Elía sagði henni að koma með son sinn og hann bað til Guðs í trú og von og bað Guð að gefa drengnum aftur líf. Og Guð gerði það. Eftir þetta efðist ekkjan aldrei að Guð væri raunverulegur og hún vissi að kærleikur Guðs er bjargfastur. Stundum gerast hluti í lífi okkar sem láta okkur kannski líða eins og við séum ekki á traustum grunni. Veikindi, sorgir, stress, slys og óvæntir atburðir gefa fengi mann til að trúa að jörðin undir fótunum á okkur sé ekki traust. En jafnvel þótt að okkur líði þannig, þá einn sem alltaf trúar og traustari en sterkasta bjarg, Guð er raunverulegur og algjörlega bjargfastur. Nú langar okkur að biðja ykkur að taka fram stein númer 2 og skrifa á hann. Guð er raunverulegur. Á íslensku og ensku. Sálmurinn heitir Því á bjarginu bygg. Bjarginu sá mig viður átt sem við
Næsta saga sem við ætlum að heyra Elía gerist á Karmenfjalli og sýnir okkur hve almáttugur Guð er. En við ætlum að horfa á hana saman hér á tjaldinu og fleiri biblíusögur er hægt að finna á Hope Channel Ísland síðunni. Ég bið. Jakob og María voru í sumarbúðum í eina viku. Þau voru með svo mikla heimþrá. Þau voru vissum að þeim liði miklu betur ef þau bara gætu tala við mömmu og pappa. Þau fengu að hringja heim. Þau voru mjög glöð þegar að mamma svaraði í símanum. Elía leið vel þegar Guð heyrði bænin hans. Óbedía hljóp niður stíginn spenntur. Elía er hér. Hrópaði hann til Akabs konungs. Andlit konungsins varð rautt af reiði. Hann hafði einmitt verið að leita að Elía. Það hafði ekki rignt í Ísrael í 3 ár. Það var nánast engin matur til. Það var allt Elía að kenna. Konungurinn flýtti sér til að hitta Elía. Þarna ertu, skaðvaldur Ísraels. Hrópaði hann. Elía stóð beinn og óhrædd. Ég hef ekki ollið neinum vandræðum í Ísrael. Svaraði hann. Þú ert skaðvaldurinn, þú og þín fjölskylda sem tilbyði Bal í stað drottins. Kallaðu allt fólkið og spámenn ykkar saman að Karmelfjalli. Elía hélt áfram. Þar fáum við að sjá hvor sé hinn sanni Guð, Bal eða drottin. Akab konungur kallaði allt fólkið og spámenn Bals upp á Karmelfjall. Elía stóð fyrir framan þau. Spámenn Bals munu fórna nauti. Sagði hann. Þeir munu setja fórnina á timburaltarið en ekki kveikja neinn eld. Ég mun gera alveg eins á mínu altari. Spámenn Bals munu svo kalla á sinn Guð, ég mun kalla á drottin. Sá Guð sem svarar og kveikir í fórninni er hinn sanni Guð. Allir voru sammála að þetta væri alveg sanngjarnt próf. Elía leit á spámennina 450. Þið megið byrja, sagði hann. Spámennirnir fórnuðu nautinu sínu og lögðu þá á altari. Svo byrjuðu þeir að biðja. Þeir kölluðu og hrópuðu til Bals allan daginn. En það var ekkert svar. Þeir byrjuðu að dansa villtan dans og meira að segja skáru í sig til að ná athygli Bals. Það var enn ekkert svar. Kvöldi sagði Elía. Nú er komið að mér. Hann byrjaði á því að undirbúa altarið. Hann gróf skurði kringum það. Svo fórnaði hann nauti og lagði það á viðinn ofan á altarinu. Fyllið 4 stórar krukkur af vatni og hellið yfir fórnina og viðinn. Leiðbeindi hann. Fólki flýtti sér að gera eins og hann sagði. Gerið þetta aftur, sagði Elía. Meira vatni var hellt yfir altarið. Gerið þetta nú í 3. sinn, bað Elía. Í þetta skipti rann vatnið yfir allt altarið og niður í skurðinn. Þá laut Elía höfði og bað. Ó drottin, sannaðu í dag að þú sért drottin Ísraels. Sömu stundu kom eldur á himni. Hann eyddi nautinu og öllum viðnum. Jafnvel steinar altarisins brunnu upp og vatnið í skurðinum. Ísraels fólk féll niður og hrópaði. Drottin er Guð, drottin er Guð. Vá, en sá lærdómur sem Ísrael þjóðin lærði og þvílíkt kraftaverk. Eldur kom beint frá hinum og fórnina þótt hún rennandi blaut. Þennan dag lærði fólkið í Ísrael hver er hinn sanni Guð og hann er almáttugur. Vísamlegast takið nú þriðja steinin úr pokanum og skrifað á hana.
Guð almáttugur. Eftir það sem gerðist á Karmelfjalli og allir í Ísrael vissu hver var hinn sanni Guð. Hann sagði Jésebel konunni sinni og hún var svo reið að hann sóttist eftir lífi Elía. Þegar Elía heyrði skilaboð Jésebel var hann mjög hræddur. Elía var trúðaður maður en hann var maður og hann var hræddur. Elía flýði ásamt þjóni sínum til Berseba í Júda. Það skildi hann þjón sinn eftir og gekk allan daginn í eyðimerkinni þar sem hann var að lokum svo þreyttur og hræddur að hann settist undir tré. Hann grét örugglega. Það var alveg búinn á því. Biblían segir að hann hafði sagt: Þetta of mikið, Guð. Greyið Elía, hann var svo hræddur og afframkominn að hann vissi ekki hvað hann ætti að gera lengur. Hann elskaði enn Guð og vildi gera vilja hans, en ótti hans kom í veg fyrir að hann sæi skýrt hvað hann ætti að gera. Hefur það gert fyrir þig? Vissir þú að það kemur jafnvel fyrir leiðtoga? Elía var langt niðri á þessu augnablik í lífi sínu. Hann vissi ekki hvað hann ætti að gera næst. Hann var í mikli hættu, svo lagðist hann niður og sofnaði því hann var svo útkeyrður. En vitið þið hvað Guð gerði? Guð sendi engil til að vekja Elía og enginn sagði við hann: Elía vaknaði og leit í kringum sig. Hann sá brauðleif og könnu af vatni nærri sér. Hann borðaði og drakk og lagðist aftur niður. Elía var enn dauðþreyttur. Hann var að minnstakosti ekki svangur lengur. Hann sofnaði aftur. Elía vaknaði og borðaði. Maturinn gaf honum kraft til að ganga að 40 daga að Sínaífjalli. En þótt að nú hefði Elía fengið mest af líkamlegum styrk sínum tilbaka, var hann ennþá veikur í anda. Þegar hann kom til Sínaífjalls leitaði hann að helli til að fela sig í. Almáttugi Guð, ég hef alltaf þjónað þér en fólkið í Ísrael hefur snúið frá sáttmálanum við þig. Þau hafa rifið niður altari þín og drepið spámenn þína með sverdi. Ég er ein eftir og nú sitja þeir líf mitt.
Og Guð vildi að Elía vissi þessa augnablik að Guð þekkti hann og að Guð væri með honum. Eina sem Elía þurfti að gera var að hlusta á Guð og fara út og gakk fram fyrir auðlis drottins upp á fjallinu. Þá gekk drottinn þar hjá gífurlegur stormur fór fyrir drottni, svo öflugur hann molaði fjöll og klauf kletta. En drottinn var ekki í storminum. Eftir storminn kom jarðskjálfti en drottinn var ekki í jarðskjálftanum. Eftir jarðskjálftann kom eldur en drottinn var ekki í eldinum. Eftir eldinn kom þytur og tíðinn blæ. Þegar Elía heyrði hann, huldi hann andlit sitt með skikkju sínu og gekk út og tók sér stöðu við hellismuna. Guð þekkti Elía og vissi nákvæmlega hvað hann þyrfti til að ná áttum svo að hann getur aftur tekið sér stöðu á bjargföstum loforðum Guðs. Hann gaf honum fyrirmæli það hvað hann ætti að gera í framhaldinu. Guð þekkti Elía og Guð þekkir þig. Guð veit hvað þú þarfnast. Það eina sem þú þarft að gera er að koma inn í ljós hans og standa á hans bjargföstu loforðum. Nú langar mig til að biðja ykkur að taka 4. steininn úr pokanum og skrifa á hann. Guð þekkir mig. Nú ætlar Freyja að syngja Bjargið alda. Bjargið alda, borgin mín, byrg þú mig í skjóli þín. Heilsu brunnu öld og ár, þitt dýra hjarta sár. Svo mér hreinan líknarlind, lauga mig af hverri synd. Heilög boðin Herra þín, hefur brotið syndin mín. Engin bog og engin tár, orka mín að græða sár. Ónýt verk og ónýt trú, engin hjálpar nema þú. Titrandi með tóma hönd, til þín Guð ég varpa önd. Nakinn kem ég klæddu mig, krankur ég græddu mig. Óhrein kem ég vei og vei, fær mér Herra deyð mig ei. Þegar ævi þrautin dvín, þegar lokast augu mín, þegar ég við sælli sól sé þinn dóms og veldi stól. Bjargið alda, borgin mín, byrð við þá í skjóli þín. Guð undirbýr stað fyrir mig. Vissir þú að lindsyngunin það eina sem þú tekur með til heimna? Guð vil hjálpa okkur að móta lindsyngun okkar og gefa okkur undirstöðu sem bjargföst. Í dag erum við búin að tala mikið Elía. Hann fór í gegnum erfiða tíma og sá mörg kraftaverk.
Hann sneri sér aldrei frá Guði og vann af því hörðum höndum að byggja linsingun sem bjargfust á trú og trausti til Guðs. Mikilvægasta markmið Elía er það sama og við öll sem kristið fólk ættum að hafa var að fá að fara með Guði til himna. Við vitum að við erum að bíða eftir því að Jesús komi og taki okkur með sér til himna. En vitið þið að Elía, hann er þegar farinn þangað? Þegar tími Elíu á jörðinu var að enda, sýndi Guð honum annan mann sem átti að taka við honum sem spámaður. Þessi maður hét Elísa. Elía kenndi Elísa allt sem að hann kunni. Þeir eru bráttgóðir vinir. En þegar Elísa komst að því að Elí var að fara, vildi hann ekki sleppa honum á augsýn. Það var líka annar spámaður sem reyndi að segja Elísa hvað væri að fara að gerast, en Elísa vildi ekki heyra á það minnst. Við skulum lesa hvað svo úr annarri konungabók og öðrum kafla. Þegar drottinn hugðist hefja Elía til himins í stormviðri, voru þeir Elía og Elísa á leið frá Gilgal. Elía sagði við Elísa, bíð hér því að drottinn hefði sendt mig til Betel. En Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá yfirgefi ég þig ekki. Síðan fóru þeir niður til Betel. Það komu lærisveinar spámannanna sem voru í Betel. Elísa sögðu við hann, veistu að í dag er drottinn í þann veginn að taka frá þér meistari þinn? Hann svaraði, það veit ég vel, en hafi hljótt það. Elía sagði þá við hann, bíð hér, Elísa, þegar drottinn hefði sendt mig til Jerikó. En hann svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Þeir komu síðan til Jerikó. Lærisveinar spámannanna sem voru þar komu þá til Elísa og spurðu hann, veistu að í dag er drottinn í þann veginn að taka frá þér meistari þinn? Hann svaraði, það veit ég vel, en hafi hljótt það. Þá sagði Elía við hann, vertu kyrr því að drottinn hafi sendt mig til Jordana. Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá mun ég ekki yfirgefa þig. Fóru þeir síðan báðir saman, 50 spámannalærisveina gengu með þeim og náminn staða álengdar þegar þeir tveir staðnæmdust við Jordan. Þá tók Elía skikku sína, braut hana saman og sló henni í vatnið. Við það skiptist það og þeir gengu báðir þurrum fótum yfir. Þegar þeir voru komnir yfir, sagði Elía við Elísa, segðu mér hvað ég hef gert fyrir þig áður en ég var tekin frá þér. Elísa sagði, ég vil að mér hlotnust 2 hlutar anda þínum. Hann svaraði, þú mælist mikið, en ef þú sér mig þegar ég verð tekin frá þér, mynd þú hljóta þetta, annars ekki. Meðan þeir voru að tala saman á göngunu birtist skyndilega eldvagn með eldhestum. Fyrir þeir skildi þá og Elía fór til himins í stormveðri. Getið þið ímyndað ykkur að vagn frá himnum gerður úr eldi myndi bara skyndilega taka ykkur upp og fara með ykkur beint til himnaríkis. Jafnvel þótt að Elísa væri leiður og vildi ekki að Elía færi, þá var það síðasta kraftverk Elía á þessari jörðu að hann skyldi ekki deyja, heldur fara beint á besta stað veraldar. Guð hafði undirbúið stað fyrir hann og Guð er líka að undirbúa stað fyrir þig. Getið þið giskað hvað okkur langar til að biðja ykkur núna? Já, alveg rétt, við skulum taka fram síðasta steininn
og skrifa á hann. Guð undirbýr stað fyrir mig. Hann mun svo sannarlega gera það því loforð hans ein staðföst og bjarg. Takk fyrir að hafa fylgt okkur þegar við skoðum 5 sögur úr lífi Elía. Nú erum við komin með 5 steina og 5 bjargfasta staðreyndir. Guð sér mig, Guð raunverulegur, Guð almáttugur, Guð þekkir mig, Guð undirbýr stað fyrir mig. Við getum treyst honum á kærleik og byggt bjargfasta grunn á heimilinu okkar og í kirkjum okkar og í hjörtum okkar. Okkur langar að biðja ykkur að koma fram og leggja stein ykkar á krossnum til marks að þeir vilja byggja líf ykkar á bjargföstu orði Guðs. Þegar allir sem vilja hafa komið upp og lagt steinin á krossnum skulum við lúta höfði í bæn. Frelsari okkar, þú ert sá sem við reiðum okkur á. Við komum til þín í dag í auðmýkt og þakklæti fyrir þá ævarandi staðfestu elsku sem þú umvefur okkur með. Við höfum séð í dag með því að rifja upp kraftaverk þín að ást þín til okkar ein stöðug og sérstaka bjarg. Við viltu sýna okkur áfram hvernig að við eigum að byggja sterkari trú, von og traust til þín eins og Elía gerði. Kæri Faðir, í þínu orði stendur ef við byggjum líf okkar á þínu orði mun húsi okkar ekki hrynja. Mættum við standa staðfest í þeirri vissu að þú ert með okkur og þú myndir aldrei yfirgefa okkur. Takk fyrir þína bjargfestu elsku, Guð.
mættu við ganga með þér alla daga lífs okkar og mætti líf okkar vera vitnisburður mátt og kraft kærleika þíns. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja saman lokasálminn. Það er sálmurinn sem kórinn okkar söng fyrir okkur áðan, Á bjarginu bygg. Við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna í dag og öllum fyrir þátttökuna.